Jæja, velkomin! Í þessari yfirferð ætlum við að skoða nákvæmlega hvernig áfrýjunarferlið virkar þegar umsókn varanlegt persónuskilríki í Hong Kong hafnað. Ef það staðan sem einhver í, þá þetta klárlega það sem þarf að vita. Við ætlum að brjóta þetta niður skref fyrir skref á alveg skiljanlegu máli. Já, það þetta gríðarlegt áfall þegar umsókn hafnað, en það sem skiptir máli að muna að þetta þarf alls ekki að vera endirinn. Það til formlegt ferli til að fá máli tekið fyrir aftur. Svo köfum ofan í þetta og sjáum hvaða leiðir eru í boði. Allt í lagi. Það fyrsta sem að þarf að átta sig á þessi stofnun, áfrýjunarnefnd persónuskráningar. Þetta ekki bara einhver skrifstofa, heldur lögbundin nefnd sem hefur það eina hlutverk að fara yfir mál af þessu tagi. Hún starfar samkvæmt lögum og næsta skrefið í ferlinu. Ok, hérna dagskráin. Við ætlum að byrja á lagalegum rétti til áfrýjunar, fara svo í gegnum ferlið sjálft skref fyrir skref, skoða svo þetta lykilhugtak, sönnunarbyrðina, velta fyrir okkur hvort það borgi sig að fá lögfræðing og svo tökum við allt saman í lokin. Jæja, þá það fyrsti kaplinn. Áður en við förum ofan í sauman á ferlinu sjálfu, þá algjörlega nauðsynlegt að skilja á hvaða grundvelli yfir höfuð hægt að áfrýja. Sko, hverjir geta þá áfrýjað? Lögin eru nokkuð skýr, þetta fyrir þá sem telja sig, og ég vitna beint í lögin, misboðið með ákvörðun. Fyrir þá sem eru ekki kíneskir ríkisborgarar þýðir þetta að 3 skilyrði þurfa að vera uppfyllt. Lögleg koma til landsins, 7 ára samfellt búseta og að hafa gert Hong Kong að sínum varanlega dvalastað. Og hérna alveg lykilatriði. Maður áfrýjar ekki bara ef því að manni finnst niðurstaðan ósanngjörn. Nei, alls ekki. Áfrýjunin verður að snúast það að sýna fram á, byggt á staðreyndum að maður eigi lagalegan rétt til varanlegra dvalar. Þetta kjarnin í öllu málinu. Jæja, höldum áfram. Hvernig lítur þetta þá út í praxis? Við skulum fara gegnum ferlið skref fyrir skref svo að sé alveg á hreinu hværi framundan. Allt í lagi, hérna sjáum við ferliði í nótskur. Þetta 5 meginþrep. Fyrst að skila tilkynningu, svo undirbúa yfirvöld málið, þá dagsetning ákveðin, maður mætir á fund og að lokum fær maður úrskurðin. Þetta gefur okkur góða yfirsýn yfir allt saman. Allt í lagi, fyrsta skrefið. Hér þarf að bretta upp ermas. Það þarf sem sagt að útbúa skriflega tilkynningu áfrýjun og atvíi. Það dugar ekki að hringja eða senda póst. Þetta verður að vera formlegt skjal sem afhent beint til nefndarinnar. Og þetta náttúrulega algjörlega bráðnauðsynlegt að vita. Hvar þessi nefnd? Hérna sjáið þið heimilisfangið í Wan Chai ásamt síma og faxnúmerið. Það gott að vista þessar upplýsingar því öll samskipti þurfa að berast á réttan stað. Ok, eftir að áfrýjunin komin í hús, þá fara hjólin að snúast hjá kerfinu. Nefndin lætur yfirvöld vita sem taka saman yfirlit málið, svo eftir smá bið þá berst tilkynning hvenar og hvar yfirheyrslan fer fram. Þannig að það ágært að vita að þetta getur tekið sinn tíma. Og þá komið að lokasprettinum, sjálfri yfirheyslunni. Þar gefst tækifæri til að leggja fram sitt mál. Eftir fundin fer nefndin yfir alla staðreyndir og kveður svo upp sinn endanlega úrskurð. Allt í lagi, núna skulum við tala það sem sennilega mikilvægasta lagahugtakið í öllu þessu ferli. Þetta eitt og sér getur skipt sköpum hvort máli vinst eða tapast. Hér tilvitnun beint úr lögunum sjálfum. Hún segir í rauninni aft sem segja þarf, ef einhver heldur því fram að hann eigi rétt á dvalarleyfi, þá það hans að sanna það. Þetta sýnir svo vel hvar ábyrgðin liggur. En hvað þýðir þetta eiginlega, svona á mannamáli? Jú, þetta þýðir einfaldlega að það á ábyrgð þess sem áfrýjar að koma með sönnunargögnin. Það ekki hlutverk nefndarinnar að afsanna málstaðinn, heldur þarf umsækjandinn sjálfur að sannfæra nefndina með gögnum. Þessi mynd hérna frábær til að útskýra þetta. Hugsum okkur vogaskálar. Á annarri hlíðinni upphaflega synjunin. Til að vinna málið þurfa að hlaða á hina skálana. Þar fara ráningarsamningar, leigusamningar, reikningar, sannanir samfélagstengsl, allt þar til vogin hallar yfir og það verulega umsækjandanum í vil. Jæja, með þetta í huga að sönnunarbyrðin svona þung, þá kemur náttúrulega upp spurningin, ætti maður að standa í þessu einn eða fá hjálp frá fagaðila? Við skulum skoða það. Sko, það fullur réttur til að hafa lögfræðing með sér. Þessi samanburður sýnir vel hvers vegna það getur gáfulegt. Ef maður fer einn í þetta, þá maður að reyna að rata flókir lagakerfi á eigin spýtur. Með lögfræðingi fær maður hins vegar einhvern sem þekkir leikreglunar, kann að setja fram sterk lagaleg rök og sér allt þetta praktiska.
Allt í lagi, við erum komin á lokametrana. Drögum núna saman það allra mikilvægasta og skoðum hvaða skref eru skynsamleg hérðan í frá. Svo, eftir alla þessa yfirferð, hvað er það helsta sem við ættum að muna? Þessi tabla hér er í raun frábær gáttlisti. Hún sýnur allt ferlið á mjög einfaldan hátt, frá byrjun þar sem maður skilar inn tilkynningu á réttan stað í OneChai. Svo undirbúningurinn þar sem maður safnar gögnum því sönnunarbyrðin er hjá umsækjandanum. Þá kemur yfirherslan þar sem málið er kynnt og að lokum niðurstaðan frá nefndinni. Mjög skýrt og hnyttmiðað. Og ef svo er að mál þarnast faglæra ráðgjafar, það er hér netfang sem hægt er hafa samband við. Stundum er einfallega ómetanlegt að fá álit sérfræðings á sínum eigin sérstöku aðstæðum. Jæja, vonandi hefur þessi yfirferð varpa skýrara ljósi á áfrýjunarferlið. Þetta getur vissulega virst flókið og yfirþyrmandi, en það er mikilvægt að muna að það er til skýr og skilgreind leið fram á við. Og að vera vel upplýstur, það er alltaf fyrsta og mikilvægasta skrefið í rétta átt.